Sérútbúið beltatæki sem Landsnet hefur fest kaup á gjörbreytir allri vinnuaðstöðu línumanna fyrirtækisins frá því sem áður var. Það er útbúið með snjótönn, dráttarspili og öflugum krana með körfu sem hægt er að lyfta í alltaf 38 metra hæð. Tilkoma beltatækisins stór eflir viðbragðsgetu Landsnets ef flutningskerfið bilar og það kemur líka að góðum notum við eftirlit og viðhald. Í dag erum við til dæmis í viðhaldi á Fljótsdalslínu 2 sem er gamla viðarlínan. Hún er látið á sjá eftir ísingaveður núna síðustu daga. Hreinsaði þessi mjög skarplega á þriðjudagskvöldið og braut einangra póstulín og skemmdi leiðar og ýmislegt. Þannig að hún kemur sér víða vel þessi vél. Hún eykur okkur mjög öryggi bæði fyrir mannskapinn og fyrir reksturinn. Svo leysur hún alltaf af miklu leyti þannig að þetta brölt á okkur. Við höfum hingað til bara farið á höndum og fótum hér upp í möstrinn og þurft að brjóta okkur upp í gegnum ísinguna sem hefur oft verið allt svakaleg. Og þá út á víra og til þess að halda þessu við þegar áhugðu þurft að halda. Þannig að hún léttur ykkur innan og aukur jafnframt öryggi líka? Afskaplega mikið, já. En gerðu þetta alltaf höndum áður? Ég sá þið fóruð upp á það. Var þetta gert alltaf höndum áður meira minna? Svona við þessar aðstæður þar sem erfitt var að komast á svæðið í vondum veðrum og annað og ekki var hægt að koma tækjum þá þurftum við að gera það. Þannig að þetta er raunverulega bylting fyrir ykkur í vinnun og gera við og slíkt? Þetta er algjör bylting og við horfum til þessu vonum að það verður haldið áfram þessari braut og það verður keypt fleiri tæki til þess að þjónusta þetta þennan hátt.